Það reisulegt stórbýlið á Syðri Bægisá í Öxnadal í Eyjafirði, íbúðarhúsi byggt árið 1923 og fjósið 1934 og elsta fjós í notkun hér á landi. En nokkrum metrum norðan við gamla fjósið var að rísa glæsilegt hátæknifjós, það nýjasta á landinu og þar með starfi fjósakonunnar sem varð nýræð fyrr á árinu lokið. Þetta, þú kýrnar og setja á þær og taka af þeim aftur og þú ganga frá vélunum og öllu því en ber allt aftur og fram í fjósinu. Hvenær þurftir að vakna á mótnana? Við fórum yfirleitt svona upp á 6, svona 2 tíma með skoti. Óaði þér aldrei við því að fara á hverjum einasta mótni? Ég menn ekki því. Það var bara alveg upp við þetta, heimann frá mér og alltaf verið í fjósi, verið í fjósi 80 ár. Og Hulda var ekki há í loftinu þegar henni var treyst til þess að mjólka 2 kýr á dag, kannski 10 ára. Hún lauk því 80 ára ferli sínum sem fjósakona á dögunum. Þú byrjar að handmjólka 10 ára? Svo var mjólka með 2 vélum, svo var mjólka með 3 vélum, svo kom rauðmættakerfið og svo kom brautarkerfið og nú komið robotið. Og hvað þýðir það fyrir þig, nýræða konu? Ertu sem sagt Búin að missa vinnuna. Róbótarnir eru sem sagt búin að taka yfir? Hann búin að taka alltaf mér. Jó, ég má klappa kálfunum og svona. Kýrnar, það er mjög skemmtilega skepnur. En mér finnst það skemmtilega heldur í kindur. Mér alltaf þóttu vænt kýr. Það er mjög skoðar, mjög svitra líka. Við höfum átt marga mjög vitra kýr og sömu leiðilegar allavega. Ég hef alltaf getað unni góðu sambandi við kýr, eða allar skepnur með kýr og hesta. Kom aldrei annað til greina heldur en að vera kúabóndi? Held ég ekki. Fyrst ég var að vera í sveit. Ég var alltaf að vera í sveit. Sérðu eftir þessum gamla tíma eða hvernig finnst þér róbóta dæmið vera? Verðum ekki bara að fylgja því eftir. Ég hef ekkert vita á róbótanum, kann ekkert á hann eða neitt. Þetta er bara það sem að unga fólki vill hafa. Ætlar að fylgja þeim yfir í nýja fjósið? Nú er þetta elsta fjós á Íslandi og það er að fara í þetta nýjasta. Já, ég heimsækja svona, það eru hvað að klappa. Það var nú einn sem að bara þeim leið ég kom, ég talaði við hann, hann kom inn í sprettinu þegar hann láti mig klappa sér. Og hann svona feginn að sjá mig. Tæknibyltingin í kúabúskap léttir bæði bændum og skepnum lífið. Nú felst vinnan aðallega í eftirliti á öllum sviðum, allt frá heilsufari kúnna til fitu- og próteinmælinga á innihaldi mjólkur. Þú ert að fara úr elsta starfandi fjósi landsins yfir í það nýjasta. Hvernig er tilfinningin að vera komin í nýtt fjós? Hún er náttúrulega bara mjög góð og þetta er búið að taka svolítið langa tíma með það sem ég ætlaði, sko, en þetta hafðist og allt komið á hult hérna í nýja húsinu. Hvað tók þetta langan tíma? 13 mánuði frá því að fyrsta skóflustunga var tekin hérna úti, eða gröftu, sko, til að var víkt. Svo við tókum þetta í nokkuð 20. júlí og búið að ganga svona bröð sem fyrst en nú er þetta komið í mjög gott form, sko. Hvernig tóku kýrnar því að fara yfir? Þær voru svolítið stressaðar fyrst svona, fyrstu 2-3 dagan en nú eins og sér þeir eru mjög afslappaðar og þetta bara rennur ljúft. Er þetta kannski meiri breyting fyrir mannfólkið? Já, hún er svona öðru vísi. Þetta var náttúrulega mikil vinna fyrstu 3 dagan að koma þessu svona í gegnum róbótinn og svona en núna er þetta orðið bara mjög gott, sko. Nú er engin kýr bundin og eins og sér það er bara að fá að valsa og borða hei og leggja sig og fara í mjaltir og fá sér kjartfóður og það var bara gott, sko. Get ekki haft það betra held ég. Finnurðu mun á að þeim líður betur? Bara verulega mun, sko, miklu rólegri og afslappari, sko. Hvernig er nytin í kúnum þá núna þessa daga? Já, hún er að koma. Hún var nú frekar döppu fyrsta daginn sem hann mjólkaði. Það var mjög lítið en nú er þetta bara alltaf komið í rétt ári, sko. Já, það eru 70 básar hérna og það er hægt að koma því í gegn svona 60 mjólkandi kúm allavega leikandi, sko, í gegnum róbótinn og það þyrfti að vera það ef maður fengi meiri kvóta. Það er svolítið erfitt að ná í hann þessa stundina, sko. Hvernig stendur á því? Já, það er bara slegist hann allt þannig og fá að hætta þannig. Þannig er eftirsóknarvert í dag að vera kúabóndi? Já, það virðist vera en það er ekkert auðhlaupi fyrir nýlega að koma inn í búgarnana. Þetta er orðið það stóra tölur á jörðum og byggingum, sko. Þannig að það er ekkert auðhlaupi að koma inn í svona rekstur, sko. Bara bygging á þessu fjósi, hvað kostar þetta? Já, hún er svona 170-80 milljónir sýnist mér, sko. Svona cirka. Það er ekki alveg komið á hreint enn, sko. Stóð ekkert í þér að taka þessa ákvörðun? Verulega en
framtíðin fyrir dæturnar sem eru hugsanlega að taka við svona, já, fleytt okkur áfram í þessu sko. Annars hefði ég orðið að hætta með kúabúskap, gamla hús er orðið það, eða bara orðið úrelt eins og heitir í daginu. Nú byggði afiðinn þetta gamla fjósið 1934 ef ég man rétt. Hann var framsýnn maður og segðu mig í hverju það lýsti sér. Já, hann var til bara geðbilar að byggja svona stórt held ég. Þetta var 30 kúa fjós og með fóðugang í miðjunni og vélgengan kellar og landgrifi sko. Þetta var byggt frá maí fram í nóvember og hann tókaði nokkuð. Hvaðan fékk hann þessa hugmynd? Ég veit það ekki, ég held að Guðjón Samúelsson hafi eitthvað verið inn í myndinni með hann og hef ég heyrt, ég þekki það ekki sko. Þannig að þetta er eitthvað bara sem liggur í genunum hérna að vera svolítið framsýn. Já, ég var nú talið vitlaus að vera að byggja svona stórt og steypt upp sko, en ég tel að þetta sé bara framtíðarhús og nýtist vonandi vel sko. Á Syðri Bæjarsá hafa búið 3 kynslóðir og svo 4. bíður þolinmóð eftir að taka við. Það er gaman að taka við svona langri hefð, halda áfram að hafa þetta hennar rekstur í fjölskyldunni. Þetta er búið að vera í fjölskyldunni í mjög marga ættliði. Og fyrst að pabbi eignast ekki svon, þá náttúrulega verðum við að halda áfram með þetta. Hvernig lítur framtíð kúabónda út í dag? Hún er bara mun frjálslegri held ég og bara skemmtileg og getur gert annað en að vera bara í fjósi eins og í gamla dag, en hún náttúrulega mikið með skepnunni líka og bara nýtur þess að vera í fjósi líka þegar þú ert þar. Ætlið að vera báðar í þessu, taka þetta að ykkur í svona samvirkju? Við erum nú ekkert búin að skjálfesta neitt en hugmyndin er að, gera þetta svona í sameiningu. Og pabbi og amma eru nú kannski, og mamma eru nú ekki langt undan? Nei, þau eru ennþá hér bara fulli í fjósinu en þau eru mjög glöð að við viljum taka við og halda áfram. Þú þarft alveg að hafa styrkleika til þess að vera út í sveit, þetta er ekkert fyrir hvert sem en öll þessi tækni er búin að auðvelda störfin mjög mikið. Er það satt að þú gætir verið bara hvar sem er í heiminum og hort hérna inn í gegnum bara símann þinn á þær? Já, að því að vera myndavélakerfi hérna og þá er það hægt sko og sjá hvað þetta mjólkast, en maður getur ekkert gert þó maður horfi að það sko, ef maður er eitthvað langt í burtu. En heldur þú að afiðinn hafi séð einhverja svona framtíð fyrir sér á sínum tíma? Ég held að hann hljóti að vera mjög ánægður núna ef hann veit sér eða veit það okkur sko. Þetta er auðvitað hans draumur ef hann hefði verið uppi, er núlifandi sko. En hvað með framtíðina hjá dætrónum? Ertu uggandi þeirra hag? Ég vona ekki, það er erfitt að segja það sko. Það fer allt eftir hvernig neyslan og hvað er flutt inn og svoleiðis sko. Kýr á náttúrulega skila 7-8 lítrum í samla, svona hefur komið í bestu aðstæðu sko. Ef ræktunin er góð og heginn góð sko, þetta snýst náttúrulega allt fóðrið. Þetta hegið er gott og svoleiðis. Þetta er ekki bara að fara inn í fjós og horfa að þér sko? Nei, þetta snýst mikið að hafa þessa gul og lofti yfir sumarið og góða vætt á milli og góða spretti sko og gott gras.